Þegar ég var að alast upp út á landi, þá var eitt af því sem ég gerði til að drepa tíman var að gramsa í plötusafninu hans pappa. Og eitt skiptið dreif ég fram hvíta plötu. Á miðjum slaginu er skeifa og inn í skeifunni er eitt svalasti maður sem ég hef séð. Hann er í hvítum fötum með kúrekahatt, í kúrekastígulum og með 12 strengja gítar sem ástendur Johnny King. Þetta var platan Country Rock. Seinna kemst ég að því að Johnny King var með eitt af aðalhlutverkunum í henni mjög svo umdeildu mynd Friðriks Þórs, kúrekar norðursins. Þannig í raun og veru var Johnny King orðin einhvers konar stjarna, löngu þar með ég uppgöta mannin. Mörgum árum seinna fæ ég símtal og mér er sagt að það sé gamall country rockari með endurkomu og hann heiti Johnny King. Ég hef alltaf trúið þessu. Ég bara vissi hreinlega ekki að maðurinn var á lífi, en hann var svo sannarlega á lífi. Ég fekk hann til mín í útvarpsviðtal og eftir þau kynni fann ég það strax að ég varð og mig langaði að vita miklu meira Johnny King. Og þetta ævintýri að fara út í þetta rugl þarna sem við gerðum á sínum tíma, þetta er búið að vera svolítið mikill akkillesarhæll hjá mér sko. Þetta var nú slys sko að ég fór út í þetta. Ég var nú bara að skemmta sem eftirherma hérna í gamla daga og hérna hefndi eftir öll og öllum. Ég gekk alltaf undir nafninu Johnny sko þarna. Þetta King-nafn kom ekkert fyrir löngu seinna sko. Það er ákveðin blaðamaður sem er sekur þar sko. Hann heitir Eiríkur Jónsson. Og svo allt í einu þá einn morgun þá hringir einn vinur minn í mig og segir: "Heyrðu, hefur þú séð dagblaðið Vísir?" Og ég segi: "Nei, ekki í dag." "Nei, ég myndi nú renna niður á bensínstöð og ná mér í eitt eintak," sagði hann. Nú segi ég okkur: "Já, þú sér það bara." Heyrðu, þegar ég opna blaðið vinur þá er heil síðu mynd af mér. Og fyrirsögnin Johnny King keppir við Hallbjörn Hjartarson. Ég var brjálaður og fjandi laus og ég sitt henni uppi með þetta nafn. Já, þetta eru sannir vinir mínir. Nú ætla ég að segja ykkur sögu af nokkrum pönnum. Gjóir augum á mig og tautar í barma sér. Ef að Eiríkur Jónsson hefði ekki komið Johnny King, þá hefði ég bara verið undir nafninu mínu sko, Jón Oddi. Ég hefði ekki breytt neitt. Draumurinn minn þegar ég var ungur var að vera lögregluþjónn. Það var það sem ég ætlaði mér að vera og langaði að verða. Aftur á móti beygði ég upp andstyggð á sjálfum mér, alveg hreint og fyrir vikið þá hefur það kostað mig dálítið mikið. Ég er nokkrum sinnum búinn að reyna að binda enda á þetta jarðlíf og það hefur ekki tekist. Ég væri farinn ef ég hefði ekki tónlistina. Hún er búin að hjálpa mér rosalega mikið og ég held að hún sé ansi mikið svar við þunglyndi. Svo er annað líka sem er rosalega gott við þunglyndi. Það er að verða ástfanginn og finna það að þú skiptir einhverju máli. Það er filippísk kona sem ég er með og er yndisleg kona og hreint út sagt ég væri farinn án hennar. Ég er með sko
Þetta konan. Við skulum fá okkur kaffisopa. Takk okkur aðeins. Drengir. Hérna eru skeiðar og þetta svona duft sem ég seti í kaffið, hérna kaffið og hjálpa ykkur. Help yourself. Þetta er Rocky. Já, nú ert þú stjarnar Rocky. Jæja. Fyrsta skipti sem ég hitt hann, já. Það var á Akureyri. Ég bjó í gömlu timburhúsi. Í hinum endanum á þessu húsi var bílasala. Þá sé ég það kemur opbóðslega flottur, gamall 47 Willys sem búið að gera upp og setja á 38 tómur dekk og blæjur og 8 cylindra vél og allt maður. Ég mæti manni og ég sá hann var að koma til bílnum og hann kom mótið mér og ég mæti honum og hann kom hann út úr þessu jeppa. Og ég var náttúrulega í svona bíladellu ástandi þá og gifti og seldi bíla og braskaði og svoleiðis. Og ég hugsaði með mér, það væri náttúrulega gaman að allan að vita hvað þessi bíl kostar. Ég veit ég hef ekki efni á hann, það var allan að gaman að vita hvað hann kostar. Og ég mæti hann labba svona fram hjá mér. Og ég segi, hei. Og hann stoppar. Þú, og hann snýr við. Hann er vindilega síkart í kettinu. Ég segi, átt þú hana bíl? Er hann til sölu? Og hann tekur vindilinn og mér datt bara í hug, kleint í stúti eitthvað, Hann tekur svona síkartið segir á sér, skellir hann í götuna, stígur á hann og á meðan hann gerir þetta og segir ekki hann þá segir ég, er hann til sölu? Hvað kostar hann? Hann lítur svona með og segir, ég sel nú ekki hvaða skítalabba sem bílinn minn. Héldu svo áfram að ganga. Þetta var Johnny King, fyrsta skipti sem ég hitt hann. Og þá vissi ég ekki okkar leiðir áttu eftir að liggja saman. En þessi gleymi ég aldrei. Svona er þetta. Ég afi, Þetta hún Díana, hún barnabarnið mitt. Þetta hann Daniel, hann er bróðir hennar. Þetta Erla dóttir mín, hún 35 eða 6 ára í dag, held ég. Svo á ég hérna þennan hérna, hann heitir Reynir Freyr, hann 21 eða 2 ára í dag. Ég hef nú ekki heyrt í honum blessuðum í 1,5 ár. Þetta stjúpfaðir minn, Jón Brynjólfsson, og þetta móðir mín hittinn. Þetta pabbi minn, þessi harmonikleikari hér. Þetta Víkingur heitinn bróðir sem ég misti þegar hann var 17 ára, þá misti ég besta vinn minn. Ég var 12 ára þegar hann dó. Hann fór á slysförum í Sandgerði. Svona bara lífið maður verður víst að læra af því og það veit Guð að ég búinn að læra af því. Og þessi tónlist mín og það dótari sem ég hef verið að semja að margir þeir hæla henni en í mínum eyrum þá, ég veit það ekki, kannski sjálfsálít því að vantar upp á það. En ég veit, vegna þess að ég hef hlustað á aðra tónlist og annað sem að koma út og svona, ég veit ég á fullt af góðri tónlist. Ég veit það en ég ger ekkert í henni. Ég er bara með hana hérna. Gef ekkert út. Fólk nú reyndar, það hefur verið að hvetja mig til að fara að gefa út núna eitthvað en málið bara ég veit ekkert hvert ég stefni. Ég veit ekkert hvort ég ætla að skapa þennan karakter aftur eða hvað. Hvort að ég get sest við hann. Það er ekkert hann með sagt að ég get sest við hann. Hann búinn að valda mér nógu miklu vonbrigðum og kvölum. Þannig að þegar ég spurður hvar hann hangir upp í fataskáp. Það er bara föt, bara búningur. Ég kynnist Johnny þannig að ég var mikil stúdíó og upptöku áhuga maður. Það var rosalega gaman að því og var að fikta mikið í því og var með svona sound on sound upptökur í Keflavík og kynntist Pálma Guðmundssoni sem var með Stúdíó Bimbo.
Hann segir svo við mig, herðu, hann úsvíkingurinn Johnny King, hann að koma að spila í Freyjavangi. Og hann var að biðja mig að koma og hlusta því að hann var að svona velta því fyrir sig hvort að hann geti ekki tekið plötu. Við fórum í Freyjavang hann kvöldið og þar var Johnny King, þar sá ég hann í fyrsta skipti. Og við náðum mjög vel saman og við fórum heim til Pálma og sátum þar og við höfðum svo mikið að segja og töluðum svo mikið saman músík og tónlist. Við vorum þar alveg fram til 6 morgun. Árið 1985 kemur út kvikmyndin Kúrekar norðursins eftir Friðrik Þór Friðriksson. Hún fjallar fyrstu countryhátíðina á Skagaströnd og í aðalhlutverkum voru þeir Hallbjörn Hjartarson, Johnny King og hans nánasti samstarfsmaður og vinur Siggi Helgi. Hallbjörn hafi fengið þessa hugmynd og kom svo til Akureyrar til að funda með okkur þremur. Mér og Bimbo og Johnny King. Og þarna hittustu, skipulega hátíðina, settum saman dagskrá og svo var bara slegið í þetta og við ákváðum að halda þessa hátíð og hún var gerð. Góða kvöldið, kæru gestir og hjartanlega velkomnir á countryhátíð Skagastrandar, fyrstu countryhátíð sem haldin á Íslandi. Við verðum heppin með veður á þessari hátíð, enda ég þjónn Guðs almáttugs annars slagið og hann hefur lofað mér góðu veðri alla helgina. Við bjóðum ykkur velkomin þessa countryhátíð á, þá fyrstu sinnar tegundar hér á landi á. Já, við bjóðum ykkur velkomin með Skagaströndina á og byggjum ykkur vel að njóta hátíðarinnar þá. Svo náttúrulega þegar þið birtust þarna háu herrarnir Friðrik Þór og kompaníið og fór að filma myndina, eða filma skrifaleikinn hana sem þetta var. Það var náttúrulega fjandinn laus því að maður komst ekki tjá því að voru teknar af manni myndir. Og ég búinn að horfa held ég 2 eða 3 á þessa Kúrekar norðursins og ég skammast mér alltaf jafn mikið í hvert skipti sem ég sé hana. Ég óskaði þess að ég hefði ekki verið þarna. Þessi countryhátíð sem uppbyggingin í þessari mynd, þar var fólk komið til að skemmta sér. Nú hafa menn pínlítið verið í vafa að því virðist það hvernig þeir eiga að taka þessari mynd, Kúrekar norðursins. Er þetta grínmynd eða heimildamynd eða hvað hér á ferðinni? Eftir viðbrögðum á frumsýningu að dæma þá hló fólk og ef þetta er grínmynd þá hlær fólk líklega. Þetta var bara leikur, en við vorum dæmdir sem leikarar og það var ekki gott því að við vorum ekki að leika, við vorum bara að leika okkur. Ég var á rúndinum á kvölda, ég var á Ford Fairlane 55 sem ég var nýbúinn að kaupa og komið til mig kunningjar mínir og báðu mig að skutla sér fram í Laugaskóla, það er kvennaskóli. Ég hafði eitthvað á milli 17 og 20 mínútur til að fara, þetta eru eitthvað 45 kílómetra eitthvað svoleiðis. Já, þessi beljúhópur sem að hljóp þarna fyrir mig að hann kom í ljósgeisla svona 200 metrum frá bílinn og þegar ég ætlaði að bremsa þá fóru bremsnar á bílum. Og það var ekkert annað sem skeði en að ég bara setti mig í stellingar og renndi beint inn í hópinn. Þetta var svona voðalega hvimleitt en gárungarnir á Húsavík þeir sögðu að ég væri fyrsti íslenski nautabanni. Now I'm gonna tell you a story about the cowboys and how they lived in the West, breaking laws every day. And Doc Holly, the Blondie, Trinity and Old Ranger were after them, and also Wyatt Earp and Morgan Kane.
eftir þessa countryhátíð, þá hringdi Johnny King í mig og segi, heyrðu, ert þú ekki bara að koma með í sumar, ef ekki túra landið, við 3, sem Kúreka norðursins. Gerir á tilmiki har, klukkuna og gerð þeir til. Kúrekarnir fóru núna út allt að spila og aðalagið var Lukkuláki sem allir kunnu og sungu með. En það var það minn eina sanna úr teiknimyndasögunum. 1, 2, 3, 4, hér líf og fjör og ég borða mör. Á þessum tíma leikur flestir krakka sér í byssu og allir vildu vera kúrekar. Gjörðu svo vel. Kúrekamatur og bestu gerð. Hvað Björgvin Halldórsson og Brimkló að gera? Þeir eru búin að kaupa sér kúrekaföt. Og í kjölfæri rann á þjóðina einhvers konar kúrekaæði og Hallbjörn Hjartarson var aðalkallinn. En það komið að aðalgesti þáttarins. Tökum vel og hjartanlega á móti Hallbirni Hjartarsyni. Nú mætir þú okkur í svartri flúraðri skyrtu og með hattinn og hanskana. Er þetta það sem að gestir Countrybar eiga von á? Þetta er það sem þeir vilja sjá þegar þeir koma í Countrybar. Þá vilja sjá kúrekan akkurat eins og hann á að vera. Country 7, það besta fyrir þig. Já, ég er bara svona pæliði hvort þú sjáir nokkuð í kúlunni, hvort að kúreka segir tíska næsta ára. Kúrekar, já. Við náðum vel saman, ég og Johnny King, og hann var með sitt hljómborð með sína undirleiki og ég með minn gítar með og við urðum svona dúo og fórum að stað að spila hér og þar út alla jörðu og þetta gekk rosalega vel. Hvort ég meika það eða meika það ekki þeirra nýja ljú. Og ég átti svona 4-track tape, gammalt og reel to reel og við tókum svona, já ég held ég var að taka plötu. Við tók flest leið upp á það. Hún héti hérna Fortíðadraugarnir, já. Af því að mér fannst að við koma úr fortíðinni. Við komum tilbaka sem draugar. Og svo tókum við upp aðra plötu, það var í anda Hallbjarnar. Þetta er diskur með lögunum hans Hallbjarnar? Já, við erum nú að gera þetta líka honum svona til heiðurs. Og öll þekktustu lögin hans, ef við tölum með þekktustu lögin hans, eru þarna Lukkuláki og svona það sem mesta spilin hefur fengið? Já, Nonni ánur Lukkuláka, það er þannig laga, hann má segja það. Það vil svo ekki kynna til að ég á Lukkulákan ekki hann, þannig að ég er alfari höfundur á textanum og ég hef öll stökkjöldalegin, þannig að við erum alveg saman. Þegiðu svo í! Hér eru helluheitin. Hér er mitt tómstundaherbyggi og ég held að sé draumur allra. En hér dundar maður sér og klambrar einhverju saman. Plagotinn, hérna þegar að Kúreka norðursins voru og hétu. Þetta er diskurinn sem við gerðum síðast. Þetta er að síðasta sem ég geri, sem gefi út. Country song, we're singing out together. I'm a honky-tonk man. Samstarf þeirra félaga gat verið ansi stormasamt og stundum töluðust þeir ekki við svo missurum skipti. Þá gerði Johnny bara sólóplötur á meðan. And then look myself in the mirror. And I see just an empty face. Okkar samband er svona, auðvitað slettist upp á vinskapin, hvaða vinir það sem að fara ekki stundum með hár saman. Come on, þetta er þannig. En við erum alltaf vinir. Hann fer í fílum og ég fer í fílum hann. Svo er maður, alltaf maður er í þessum geira, þá er maður að heyra sko, veistu hvað Johnny King sagði á 80-tónum? Nei, hann sagði þú eru helvítis aumingjaræfil. Já, ok, sagði ég. Veist, mér er alveg saman hvort þetta var satt eða rétt. Ég þekki Johnny King betur, sko. Hvað ertu búin að búa lengi hérna á Eyrarbakka? Ég er komin eitthvað á 5 ár. Ég held að ég er 6 ár síðan ég fór på Akureyri.
Er þið mikið hérna út í bænum? Ég? Að spjallaði fólk? Nei, ég sést ekki hérna á götunum. Eftir að maður hætti að spila á pubum og svona dóti þá maður ekkert á ferðinni. Það er búið að hringja í mig núna 3 svar á stöðum í Reykjavík. Ég man ekki eins og hvað heita og biðja mig að spila og ég sagði bara við okkur, einfaldlega, ég kann það ekki lengur. Ástæðan er að mér langar bara ekkert að spila á einhverjum fyllirist pubum sko. Þegar þú tekur svona brjálæði, þú ert að stikna á eftir sko, þú ert svo móður. Ég er aðalega að nota þetta sem heilsutæki bara. Það er verið að sjá hann. Kóngurinn. Það göngu upp til það, það er út af sig. Það er rótið. Það verða allir í brjáluðu stuði hér og reyndu að njóta þess að vera hér hérna með okkur þessa country helgi. Og næsta lag sem kemur hér, það er fjósalyktin, ángandi fjósalyktin sem kemur hérna næst. Countrybar á Skagaströnd brann í október og sérstætt plötu- og geisladiskasafn þar með. Ég hef lagt allt mitt líf í þetta hérna, fórnað öllu fyrir þessa útúrstöðu og fyrir Countrybæinn og ég læt þetta ekki leggja mig til hliðar. Ég ætla bara að rísa upp aftur ennþá sterkari og fyrir og vona bara að þjóðin standi með mér. Nýtt hús er langt komið og það styttist í að nýr og glæsilegur Countrybær verði opnaður hér á Skagaströnd. Já, þú stóðst fyrir framan brennandi húsið, áttir að vona á þetta myndi standa í þessari stöðu? Nei, aldrei, nokkuð tíma. Á countrysetrinu er að finna ýmsa muni tengjast Hallbirni og countrytónlist almennt. Og margir verður örugglega hissa á því hversu víða hann hefur komið við, en hann hefur til að mynda starfað sem meðhjálpari, leikari og laxabóndi. Hver eru helstu dygðir kúringans? Kærleikur. Kemur alltaf til dyrun eins og hann er klæddur. Og það er það sem ég hef alltaf tíð gert alla mína ævi. Nei, er ekki liðið komið. Það er bara að byrja að skjóta mann strax. Góldís er góldís. Eftir að Siggi Helgi flutti til Noregs fann Johnny sér nýjan félagsskap og stofnaði hljómsveitina Góldís með hjónunum Stefáni og Guðnýju. Líf sem raut mig leiðir Jesús. Tveir karlmenn tvítugt voru í dag dæmdir í héraðsdómi Norðurlands vestra í 18 mánaða fangelsi hvor, þar af 15 mánuði skilorðsbundna fyrir fólskulega líkamsárás á Hallbjörn Hjartarson, tónlistarmann í febrúar í fyrra. Mennirnir báru við fyrir dómi að árásinn hafi tengst kynferðisbrotum Hallbjarnar gegn þeim og fleiri drengjum. Hallbjörn hefur verið kærður fyrir kynferðisbrot og á morgun fer fram aðalmeðferð í því máli en þinghald verður lokað.
Hæstiréttur staðfesti í dag 3 ára óskilorðsbundinn fangelsisdóm yfir Hallbirni Hjartarsyni sem dæmdur var í héraðsdómi Norðurlands vestra í fyrra fyrir kynferðisbrot gegn 2 drengjum. Drengirnir eru barnabörn hans og voru brotin framin þegar þeir voru börn að aldri. Hvað er besta lagið hans? Það er náttúrulega Lukku-Láki, nú það segir. Er það besta lagið hans? Næja. Heyrðu vinur, þá skal ég bara sýna þér hérna svolítið. Ég tók veskið mitt með rassvasanum og ég var alltaf lengi vel með kvittun, stefgjaldakvittun í veskinu að ganni því ég var svo leiður á þessu djöfisins Lukku-Láka kjaftaði í fólki að hæla Hallbirni fyrir það. Og ég var bara með sönnun. Ég rak hana fram henni í handtáðan og sagði, viltu ekki lesta? Jón Oddi Víkingsson. Ha, Lukku-Láki? Já, Lukku-Láki. Ég samdi Lukku-Láka en ekki hann. Ég á Lukku-Láka. Það er allir að refsa honum nema kannski, já ég veit ekki nema kannski ég. Ég er ekki tilbúin til þess að fara í sama sæti og hinnir og dæma hann. Ég þekki manninn. Eða þekkt hann. Þessi maður hann á heiður skilið fyrir margt sem hann gerði. Og það er synd, í einu orði sagt synd, að allt sem hann byggði upp að það skildi hrynja niður svona. Útvarpið hans, Countrybær, safnið, maðurinn, það sem hann gerir núna, hann býður bara eftir að deyja. Honum er alveg nákvæmlega sama hvort hann vaknar á morgun eða ekki. Ég veit það. Vegna þess að ég veit hvers konar karakter hann er. Og maðurinn er orðinn aldraður núna og ég sé ekki ástæðu til að loka hann inni. Ég kem ekki auðvitað á það. Ég er bara því miður. Ég er ekki tilbúin til að setjast í dómarasæti og gera eins og aðrir að vera að dæma mann sem að í raun og veru á bátt og ef að þetta er í honum þá á hann bátt vegna þess að allir sem að hafa sig svona. Ég er rosalega á móti þessum, ég veist þetta alveg skelfilegi hlutir því að ég hef svona reynslu sjálfur sem ég segi frá kannski seinna sem að hefur líka verið þess valdandi að ég er búinn að vera þunglyndur síðan ég var krakki. Þannig ég veit alveg nákvæmlega hvað er verið að tala um. Ég bara hef ekki komið út úr skápnum og sagt frá minni lífsreynslu að þessu tagi ennþá. En margir hafa verið að koma út og segja frá að það hafi verið misnótt og svona. Þetta er líka sem að ég hef sko. 11 ára gamall þá lenti ég í mjög alvarlegri lífsreynslu sem ég gleymi aldrei nokkuð tíman. Og er mjög sterkur þáttur í bæði sjálfsvirðingu minn og öðru slíku. En ég átti þá ósk heitast að ég hitti þessa 2 menn sem gerðu mér þetta einhvern tímann þegar ég var orðinn stór og sterkur og getið murkað orðinn líftóruna. Ég fekk aldrei þessa hefnd. Vegna þess að annað er að hann drakk sér blindfullan og datt á milli skips og bryggju og drukknaði og hinn held ég að sé dauður og elli eða eitthvað. En ég reyna að fyrirgefa allt svona en þetta er eitthvað sem ég get ekki fyrirgefið. Það get ég alveg sagt að verður seint fyrirgefið sko. Og og það sem meira er að ég fyrirgef ekki sjálfum mér að hafa verið svo heimskur og treysta þessum mönnum. En ég veit alveg hvað fólk er að ganga í gegnum sko. En ég set mig samt ekki í dómarasæti og dæmi, það verður aðrir að gera það. Ég gerði nóg að því hérna áður fyrir og ég ætla ekki að gera það núna. Hérna var hann bara inngangan í kjallarann. Hér er mitt æskuheimili, hér er ég alinn upp og hérna margar minningar sem maður á héðan. Bæði góðar og slæmar. Þannig, hverjir úr fjölskyldinu eru hérna? Úr fjölskyldinu eru hérna, úr minni nánustu fjölskyldu eru hérna faðir minn og albróðir. Ég var 12 ára þegar ég missti hann hét Víkingur Víkingsson.
Hann dó í Sandgerði, voflegum dauða. Hann hrapaði niður á Minnesi og fór svo gott sem í tvennt á grindverki þegar hann lendi. Þetta var dálítið hátt fall. Hann dó á leiðinni í sjúkrabíl. Hann dó 31. mars, ég á afmæli 30. mars. Geðslega afmælisgjöf sem ég fékk þegar ég var 12 ára gamall. Og það var ekki bara það að hann dó, heldur dó hjónabandi hjá mömmu og pappa. Þannig að faðir minn eitinn, hann var dálítið mikil drykkjumaður. Hann jók drykkjunum allan helming. Það gjörbreyttist allt þegar þessi drengur dó, allt saman. Bara, því miður þá fékk ég að kenna svolítið á því sem eftir kom sko. Vegna þess að þegar faðir minn var drukkinn þá átti hann til að kenna mér af hverju í andskotanum gast þú ekki farið í staðinn fyrir hann. Þegar ég sé hana fyrsta skipti, það var bara eins og ég hefði gengið á vegg. Ég bara fraus. Það er sagt að fólk trúi ekki á ást við fyrstu sýn. Ef þetta var ekki ást við fyrstu sýn, þá veit ég ekki hvað það var. Það er ekki líka hita þetta meira? Það er kalt. Er það kalt núna? Hálf. Það er svona volt. Það er til lagi. Voruð þið ekki að gera lag saman? Jú, ég er búinn að semja fullt af lögum til hennar. En eitt lag sem að vinur minn Bjartmar Guðlaugsson samdi, hann er Týnist tími. Ég samdi enskan texta við það sem að heitir Only Time Will Tell. Only time will give us real love and happiness. Siggi Helgi hefur margoft reynt að draga Johnny í heimsókn til Noregs og loksins tókst það. Þetta er Villur? Nei, ég er Öðru. Þetta er Árni. Já, það er gott. Æðislegt. Það er ekki gott veðri í dag. Nei, ég veit það. Aðeins bara morgun og svo er bara geggjað. Og flott að hitta 20 og hitta svona. Þetta er dæmigert Eyrarbakkaveður sem við erum í núna. Já, ekki? Jú, ég fengi hjartaáfallið að vera öðruvísi veður þegar ég kem út á mótana. Það er rosalega mikið svona veður á Eyrarbakka. Alveg svakalega. Við bjuggum hérna uppi í Rauðhúsinu. Já, ég veit það. Here we go. Ilmurinn hér. Þannig að hann bjöðist upp. Það er ákveð að fá kaffistopp á þessu. Líma þetta helviti. Hér verður þú. Hér verður ég, já. Já, hér er sjónvarp. Það er bara allt. Heimabíó. John Lennon til einn mesta tónlistarmaður sem að hann er á jarðkringlunni, eða var á jarðkringlunni. Hann var það. Bítlarna var mín uppáhaldshljómsveit. Ég fíla þessa hérna þrjá sko.
þennan mann hatta ég. Ég þóla ekki að heyra í honum. Paul McCartney? Ég þóla ekki að heyra í honum. Nú, næja. Það er svo væminn og Næja, þú ert að fara á. Kíkja þetta. Mitt uppáhaldi í bílunum á George, sko. Já, Já, sæll, hér stúdíóið. Þetta er svona akústíkrúmið. Þetta er trommuklefinn og það dótar í. Já. Já, þetta er að setja meira upp loftið og setja hérna. Og svo þetta er einangra hurðinni hérna. Þetta er kalt hérna. Já, það er kalt hérna. Það er engin opn hérna. Það er æðislegt að hitta hann og rifja upp sem sagt okkar kynni og fara að vinna saman aftur. Við erum báðir svolítið ryðgaðir því að við höfum ekkert verið neitt mikið í tónlist undanfarin ár. En það er æðislegt að hitta hann og konuna sem hefur staðið við hliðina á honum eins og klettur. Og það er sagt að það sé engin maður með mönnum nema hann eigi góða konu á bakvið sig. Ég er það heppinn líka. En að hitta hann og sjá hvernig hann er búinn að koma sér fyrir og hvað hann hefur gengið vel hérna, það er alveg hreint, það er alveg yndislegt að sjá það. Og móttökurnar sem ég hef fengið hérna er alveg æðislegar. Svo við varum að búast. Það er bara til eitt Siggi-helgi. Sérðu stofuna? Jíses, græstur, mann. Þetta er flott, þetta gula. Já, það er flott, helvítið flott sko. Og það er verulega flott sko. Verulega flott hús. Þetta er með sandur. Ég myndi fíla þetta tællur. Já, það gæti kannski verið svona, 25 mínútur. Hálftíma mestarlega. Ég kortur að keyra frá Eyrarbakkanum í Þorlákshöfn. Þannig að þú sér það. Já, þetta er ekki langt. Þetta er ekki langt sko. Þetta kostar 13 milljónir. Það er engin peningur. Þetta er hlægilegt. Þetta er hlægilegt. Þetta er gjöfun ekki gjald. Ég vil búa í einbýlishúsi þar sem ég er frjáls. Þarna, fann það. Shit, maður. Já, þarna er það. Sendi henni myndir á þessu. Já, ég er að gera það. Já, endilega. Þannig að hún getur bara valið úr sko. Þú ert með 3 hús þarna sem hún getur valið. Svo er bara að flytja enga. Þetta verður að vera hús hérna nálægt sko. Já, þetta er allt nálægt hérna. Já. Þetta má senda henni full? Já, fullt af. Þú getur hringt hérna aftur. Já, ég verð að játa það. Ég er svona hugsi sko. Dálítið. Það kemur í ljós já og það kemur ekki óvart þó að það myndi ske fyrir það sinna. Þetta er þetta að fara, þetta. Já, það þýðir ekki að tala, ég ætla að fá með teppi hérna á það. Já, þetta er á ferðinni? Já, ég heldur þetta svolítið fyrir að maður að leika þér. Við leika með. Byrjum að þú ferð inn, ég ætla ekki að reyja við neina stillingu núna. Ég ætla að syngja í gegnum þetta. Ég set á eftir í. Þú klárar að syngja lagið fyrst inn og svo tökur allir eftir. All right? Já, og ég ætla að syngja sönginn inn í gegnum þessa greiðu. Á hverju? Vegna þess að það sem að röddinn sem að kemur úr þessari greiðu, hún er svo... Já, þá vilt að meina það, þú vilt hafa sérstakar rödd. Ég vil hafa sérstakar rödd. Ok, þá byrjum við. Hvað? Erum hann að býta aðeins, ég hef ekki með því stérið hérna í headphone, býta aðeins. Já, ok. Hvað er í gangi? Ég býti, ég ætla að kveikja á sig. 1, 2, svona. En nú er ég annar maður. Ok. Já, ég heyrði enga mun á þessa græju og röddinu og orgið sem tókum á hann. Ég var ekki með raddgræju, sko. Já, nei, en þú varst ekki alltaf að syngja með einhver spes rödd, Sveinn Svein? Ég er ekki með hana núna, ég ætla að prófa aftur, sko. Ok, þá fyrir bara annar eftir. Já, ég ætla að skipta rödd. Ok. Heyrðu, hvað kostar þessi græja? Hún kostar, ég get útfæðið hérna á 40 og eitthvað þúsund. Því lífi núna við mér brosir. Slappa, aftur. Ég ruglaðist. Því lífi núna, ok. Siggi, aftur. Takk þetta aftur. Ég ætla ekki að hafa hendina á barkanum. Bullshit, I've been telling you the truth this whole time. I always got a goddamn right. That's any more right. Ég vissi að ég myndi klúra þessu inn. Já.
nú skall. Samt ekki sól, sko. Nei, ég veit það. Hún kemur klukkan 6. Já, ég er búinn að heyra þetta alveg sem ég kom. Það er svona að koma þetta helvitis íslenska veður með sér. Ég er búinn að gleyma því hvernig sólinn lítur út. Já, ég veit það. Siggi minn, fæ ég kaffi? Já, komdu hana helvitis auminginn! Pása og svo bara tilbaka. Já, svo slekkur hún á sér. Nei, þetta er alveg bílvæg. Þú kannt þetta á mig. Helviti. Þannig við förum þessi inn í lagið og það sem kemur á þessu kafla, þá þykist það að byrja. Ég klippi það bara og set það fremst. Ok. Já. Núna það er ekki að... Við erum bara að læra. Aftur. Gengur, rúlar. Telur. Já. Þetta verður flott. Kiri, hvað sjáðu þarna? Að ég sé. Settu smjör á það. Smjör? Nei, hættu, nú er farið að rigna, sko. Hvaða voðalegt vissinni. Hæ? Alltaf líf. Magna. Þess að hafa þakir nýður, alltaf við. Já. Ég nenni þessu rigninga kjátt ekki. Það voru vætur ekki bara við þetta plexiglerþakki. Ég ætla að gera það. Ekki djamma þetta. Nei. Það er bara að bæta við plexiglerþakki. Já, það er fara inn á þetta, sko. Já, fara inn á þetta og setja glerþakk. Og fara á eins og hérna. Ok, þá er sólið, sko. En það er skjól. Já. Það er ekki hægt að regna, anskotast. Herri já, þetta er spurning. Við vorum að setja skjóttalsbann niðri hérna Skarnes og fókum hambúrgar eitthvað og fara á stað. Makkur ekki. Why not? Hvað er í gangi hérna? Hvað er það að gera? Hvað ert þú að fara að brasa? Andurna gefur í þegar ég er að taka fram úr. Sko, ég vil hafa þetta þannig, ég er með hugmynd. Við fáum Guðjón til þess að leika í Lorraine myndbandinu. Myndband byrja þannig, við spilum, Lorraine kemur labbandi hana í sínum sexy buxum og bla bla bla, allt það. Fram hjá okkur, við kallarni hérna, lítum upp og svo skottum hérna, við leggjum okkur gítara og höfum elda hana. Hún er alltaf fyrir horn og undan okkur og við hlaupum alltaf næsta horn til að kíkja. Þá verður að fara hitt hornið, skilju, þetta er alltaf svoleiðis. Og svo á einu stað sem við erum að hlaupa þér og kíkja horn, það stendur eitt svona nörd sem fylgist með hvað er að gerast. Með buxurnar upp á miðjum kálfum. Já, akkurat, já, buxurnar miðjum kálfum. Skál, við endurfundum. Já. Og góðin hamdi. Já. Dæra. Það er gott. Þetta er búið að vera æðislegt. Eina sem hefur skengt á er ekki búið að vera veðri sem við óskuðum eftir. En það getur verið að það kemur nú í dag, allavega vonast ég til að sjá einhverja sólarglætu áður en ég fer. Að kannski að prófa að búa hérna einhvern tíma, sko. Gæti verið nóg að gera hér því að hér er fólk að fíla þessa tónlist alveg í botn. Við til dæmis núna á eftir og þá ætlum við að fara að spila hérna live bara hann á afmæli kallinn í dag og er hérna kemur fullt af gestum og verða með hlaðborð og svona dótari og eitthvað að mér skilst og bara hafa gaman. Ég fer heim á þriðjudag og þannig að við ætlum að vinna þetta þannig að ég vinn minn hluta á Íslandi og hans sinn hluta hér og
Og síðan þegar að búið er að setja hljóðfæri og drasl inn í þá sendi ég þetta frá Íslandi og hann masterar þetta og gengur frá. Og þetta er það sem við ætlum að gera. Ég er ekki viss hvað þetta er. Já. Halló. Hæ, Ástin. Hvernig er veðrið heima? Sól? Ekki segja mér þetta, Ástin mín. Gat, sól. Það var rigning hér, búið að vera rigning hér í morgun og ég sá aðeins sólaglættu áðan og við erum að vona að komi sól hérna þegar að vera að líða á daginn. En það er ekki sól núna, en það er ágætis veður þannig. Ég hef ekki séð sólina síðan ég kom almennilega. Hvað er í gangi? Hvað er í gangi, skan? Hvað? Ég sagði að sólinn myndi koma akkvæmt þegar við erum að borða. Skamta? Nei, þú búið til það. Ég veit ekki að það er stórt. One day, baby, you will see. You're gonna give all your love to me. I'm the one day that you're gonna choose. But in the meantime, I got this boy blue. Yes! Hey! Hvað gerðist? Hey, hey, kom. Hvað ég var frá frös, hérna, gefur síðan. Það endaði, mannstu hvað það endaði? Endaði með okkur sko. Æ, ok. Æ, 5. Þetta er bara búið. Já, þú veit það já. Ríðandi hesti á Arizona hestaður sem hann hefur mætur á. Réttlæti hann bátur, hryggur og góður þjóð. Lurun á kettkátur, lana vörður og nóg. Hvað mæðir á þér þessa dagana? Við slítum sambandi við Joyce sem vinir sko. Þessi sérstaka tilfinning að vita að maður eigi einhvern eða hafa einhvern, hún er farin. Það bara tómarum eftir. Það hefur ekkert breyst hjá mér þannig að séð en það sem að þarf að gerast og það þarf að breytast. Ég þarf að taka mig á, fara að gera eitthvað. Það er bara engin spurning. Þegiðu.
Hvað er þetta kvarta núna? Allir, hálfviti. What are you complaining? Þú ætti að hlaupa með matadallin út allt búraflið þinn hana. Það er svo. Og ná, hjáðan, kvelli. Ég fór í morgun í heljarmiklar blóðprufur ég að fara núna í heila bara allsherjar rannsókn því að ég vil bara vita í hvers konar ástandi ég vegna þess að ég búinn að vera staðna núna undanfarin ár af því ég veit að ég ekki dauður öllum aðeim ennþá í sambandi við tónlist og svona en þarna sem ég bý verður bara ekkert að ske en það er líka eitthvað annað sem er líka að vinna þarna á mér í þessu húsi ég veit ekki hvað það er morgunni ég þarf að hlaupa inn Það er búið að rannsaka þetta allt saman, allar þessar blóðprufur og prufur. Ég er með blöðruhálskirtillinn í fínu lagi og hérna ég þarf að fara í ristispeglun. En þessi stöðugi höfuðverkshreyfingur sagði hún bendir mjög mikið til þess að sé eitthvað í húsinu sem er ekki gott fyrir þig. Þannig að mitt ráð er að koma að þessi fyrst úr þessu húsi. Miðað við þetta allt saman sem ég er að fá frá lækninum og þá er kallinn bara í góðu shape og lífið blasir við. Þá best að make the most of it. Fullur af nýfengnum krafti er Johnny æstur í að byrja að spila aftur og Góldís hefja strangar æfingar. Johnny er loksins fluttur á nýtt heimili á Eyrarbakka. Þetta er æðislegu staður hérna yfir sumar. All tréin í blóma á það sé frumskógi. Hvað segir Johnny? Hvað ætlar að gera? Skiptum skyrtu. Ég ætla ekki að vera í sömu skyrtunni öll viðtvölin. Í lagi. Ok, ég er fljótur. Þetta er skrýtnasti stíg í heimi. Og eins og svo oft áður bera málefni Hallbjarnar Hjartarsonar á góma. Sérstaklega eða eitthvað nýtt í fréttum. Alveg stór merkilegt að skuli vera hægt að breiða yfir tíma sem að hann skóp þarna ákveðið bæjarfélag og hérna hann gerði marga skemmtilega góða hluti. Nú man enginn eftir þessu, þetta er ekki til. Þetta er bara, Skagaströnd er bara, hvað er það? Eitthvað hann á brauð. Ég veit ekki hvað Skagaströnd er. Countrybær var auglýstur til sölu núna daginn og eitthvað fleira. Og safni sem að var búin að setja þarna og þetta er allt horfið. Þetta er eins og auðn. Allt sem að hann beygði upp, það er bara auðn. En, ég meina, hann gerði eitthvað. Eftir sem ég skilst að það játaði hann aldrei neitt. Hvað kemur það málunum við? Kemur það málunum við að hann játaði aldrei neitt, hann var bara dæmdur á líkum. Já, hann dæmdur á einhverjum staðreyndum, væntanlega. Staðreyndum, hann var dæmdur á vitnaleiðslu frá glæpamönnum sem að lömdu hann vegna þess að hann vildi ekki láta hafa peninga fyrir hassi.
Ég veit vel og við, strákarnir sem við vorum með honum, við vitum vel að hann var rosalega pempjulegur og allt svoleiðis. En við sáum aldrei og verðum aldrei nokkuð tíma varið við neitt svona hjá honum. Ekki neitt. Nei, en það var hann ekkert að leita á ykkur? Nei, hann var ekkert að leita á okkur en hann vildi bara... Við erum ekki, ég, Siggi og Bimbo til dæmis sem vorum með honum, við trúum ekki þessu, við þekktum hann. Ég veit ekki betur en að Johnny Cash, Merle Haggard og allir þessi kallar búin að sátt í fangelsi fyrir dóp og allan anskotan. Ekki voru þeir rústaði niður. Nei, þeir misnóttu ekki börn. Það er stigsmál. Nei, þeir gerðu það ekki en eins og segi, ef hann hefur verið sekkur þetta, þá hefur hann náttúrulega fengið það sem hann átti skilið en ég á voðalega bágt með að trúa því vegna þess að þetta kemst upp þegar að þessi drengir brjótast inn til þess að ráðast á hann og berja hann í klessu. Af hverju var þetta ekki komið upp áður? Og svo eru þessi drengir sem eru vitnin af þessu. Þetta sem ég skilst, báðir. Glæpamenn, dópistar, þeim trúa, ekki honum. Nú lentið þú sjálfur í mjög erfiðri reynslu þegar þú varst barn. Já, ég gerði það. Hvernig myndi því máli vera háttað ef þú kemur fram einhverjum árum síðar og ásaka gerandann? Þeir voru tveir. Þekktur það? Já, ég þekkti það. En hver væri til dæmis sönnunargögnin í því máli? Sönnunargögnin í því máli væri náttúrulega í raun og veru engin. Það er bara ég sem var fyrir því. Er það ekki oftast? Það er oftast þannig, jú. En þá væri alveg líka hægt að segja að þú verður bara að ljúga þessu upp á það. Já, ég veit það. En af hverju ættir að vera því? Það er góð spurning. Ég hef enga ástæðu til að vera að ljúga upp á þessa menn. Þeir sáu það sjálfir að sverta sig þarna. Þeir voru í einhverju djöfisins rugli, lyfjum og kjaftaði og einhverju og ég var bara 11 ára patti sem að leit upp til þeirra. Þeir voru amerískum kagga og svona og kom ágætlega fyrir þessi menn. En svo skeiði þessi hlutur. Og þetta er hlutur sem ég er búinn að vera að burðast með alla mín ævi og hef aldrei komist yfir og mun aldrei komast yfir. Ég hataði þessa báða menn, þeir eru báðir látnir. Ég óskaði þess mjög innilega að drottinn liði mér þegar ég var fullorðinn að hitta á til auðlýtis vegna þess að þeir myndu báðir tappa hausnum sko. Menn sem að gera svona að einhver staðar fá þeir refsingu, einhvern veginn, þeir fá refsingu fyrir að seinna og það á bara að vera nóg fyrir þá. Eins og Hallbjörn núna? Já, til dæmis ef hann er í raun og veru sekkur þetta sem að ég ætla ekkert að sverja fyrir. Ég bara, kannski vináttu eða kunningsskapur okkar vegna, þá vil ég ekki trúa því. En kannski eitthvað innst inn í mér trúir því. Slúttir að pása. Herru, færum kameruna hérna út. Viltu vatn, Jón? Já. Eins og segi, það er ekki margir sem ég hef sagt frá þessu. Já. Eina nóttina vaknar Johnny upp með skelfilegan verk fyrir brjóstinu. Á eitthvað ótrúlegan hátt er honum bjargað á síðustu stundu. Það var að byrja þegar þið voru síðast hérna. Síðast hjá mér sko. Ég vissi ekki af hverju ég var með þessa verki. Nú voru ágerast alltaf. Kom og fóru. Ég finnst það mjög ósynlegt að það væri í nýjum hjartaæðum og svoleiðis eftir stóra aðgerð. En það var nú samt staðreyndina. En það var eina aðalkransaðin sem var lokuð bara hreinlega. Hún var ekki stíflu, hún bara lokuð. Hún bara stór blóðtappi inni sem lokaði henni. Og enginn veit hvaðan hann kom. Þess vegna fékk ég þetta slag, þennan
Þetta hjartaáfall. Koma tókst ekki heldur að drepa mig. Þetta sennilega eitt erfiðasta ár sem ég hef lifað alveg frá upphafi. Það hefur aldrei verið að gera svona alvarlegir hlutir í lífi mínu. 68 ára aldur, hann er eftirminnilegt. Sem ég fór til líka með? Já, hann Já. Ég fór með ykkur. Já, einmitt. Er hún á lífi enn? Sverri gamli. Já, Sverri gamli. Hann döður. Hann döður. En Kerlingi lifandi? Já, alveg það er spreng. Alveg ódreipandi. Sem er ódreipandi. Svo ég. Já. Sverri var hann flottur. Já, hann var flottur. Nei, ég er allavega norðin 70 og hérna. Í dag, já. Já, og með því ætla ég að... Karlinn er 70 í dag, til hamingju með það. Ætla ég að opna nýja veröld fyrir mig. Nú, hvað veröld það? Ég ætla bara að breyta það til. Það er ýmislegt sem að ég þarf að gera og svona. Ég minna fullt hérna úti. Það er allt búið að fjúka til fjandans hérna í mask sem ég hef smíðað og þannig að það er nóg að gera. En það er eitt sem vantar. Það er veður til þess. Það er eitthvað sem að maður þarf eiginlega að standa hér fyrir framan á hnjánum og biðja vegna þess að hér er bara rok og rigning flesta daga. Það er reyndar veður núna en það er skítkalt úti. Hvernig hafa ég farið? Þetta var frábært. Já. Við sjáumst og verðum í bandi. Tölum saman tímáhulegis. Já, verðum í bandi. Já, ég ætla að fara að hlusta á músíkina í eyrun hér. Já, gerðu það. Í kvölda. Gerðu það. Ég er nú bara mest þakklátur fyrir að vera á lífi, skal ég segja þér. Það er svona það sem ég er eiginlega þakklátur fyrir í dag. Síðasta áfall hafði ég af og öll þín áfallin er ég búinn að hafa af. Þannig að ég er mjög þakklátur fyrir að vera bara á lífi. Og af því ég er á lífi, þá ætla ég að gera eins mikið úr því og ég get þangað til að ég er allur. Hvort ég er 10 ára eftir, 20, það veit ég ekkert en ég ætla að gera það besta úr því sem ég get gert. Hvernig líst þér á ástandið á kallinu? Einhver sagði mér að músíkin lengir lífið. Já. Og það held ég að haldi í honum lífinu að það geta djöflast á hljómborðinu og spilað á músík og samið og búið tónverk og svoleiðis. Já, ég held að samt sem áður að við erum ekkert að fara að gera neitt saman lengur sko. Það er alveg búið því að ég kom í allt annan gír og er að spá allt annað og langar að gera allt annað en ég er búinn að segja hann og ég skal alveg hjálpa honum alveg hægri vinstri með allt sem hann er að gera. En þá vil ég bara fá hann til Noregs, til mín, svo ég geti barist við hann sko. Þar hef ég alla tækni. Já, takk. Bye bye. Það sem er að gerast hér er að ég er að flytja úr þessu húsi sem ég er búinn að vera í núna í tæp 3 ár og ég er að fara í bráðabirgðar húsnæði sem maður kallar það. Ég verði í þessum hana. Þar hef ég svo sem allt og það væsir ekkert um mig þar en það er svo sem hægt að óskast til betri staðar
sísta þegar koma vetur. Já. Bakka. Bakka. Já, bakkaðu. Á ég að bakka? Já, lengra. 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 Lengra aðeins. Er það komið? Já, býta aðeins. Þetta er komið. Komið. Skínan gerði það ekki í nótt, mýgandi rigning í nótt. Nú er endalaus. Nú er skjól. Það er smá svona. Það er þetta. Í Evrópi þá missi ég köttin út. Þetta er allavega hana svona bara. Gut. Nú bara hengið þvott. Núna. Láta þetta þorna þetta dót. Fínu þvottasnúr. Nú gaf maður. Sérðu? Alveg hreint feiki pláss hérna. Hér er skrifborð til að semja á. Hér get ég verið með eitt hljómborð, svo get ég verið með gítarana hangandi hér á veggnum. Og set ég bara nagla, litla nagla sterka í þetta. Hér er hiti og þetta er líka öryggi fyrir það að ef er snarbrjála veður og bíllinn lætur illa, þá get ég flúið hérna inn
Ég á dýnum til að setja hérna á gólfið. Þannig að það er dálítið öryggi að hafa þetta. Hér inni er autt svæði og eitt svæði, góða geymslur. Og svo hér, ég talaði þetta við hann áðan. Þá er þessum dyrum verður lokað. Þá er alveg þetta svæði svona. Sérðu hvað þetta er að stafla hér fyrir framann. Það er plötur hér og stafla hér upp og svo loka þessu. Þá held ég geti komið öllu sem ég hef sko. Þannig er það. Vöruhús K.A. Selfossi, miðstöð viðskiptanna á Suðurlandi. Meira en 2 áratugi hafa JP-innréttingar framleitt sígildar. Þú sofnar seint þessi jól. Við gerð þessara myndar komumst við að því að það eina sem var til með Johnny King á safni RÚV var þessi auglýsing fyrir plötuna Country Rock frá 1984. Þessi er frábær. Johnny King með meiriháttar hljómplötu. RÚV ákvað því að bjóða Johnny í stúdíó og taka nokkur af sínum helstu lögum. Mikið efni í honum. Já, ég veit það. Það munar ekki um þetta, ég er svo frábært. Þannig að þetta er ekki lítið stúdíó. Nei. Þetta er alvöru. Soundið hérna ætti að vera geggjað. Miðað við að við erum búin að æfa bara í bílskúr sko. Sem er ekkert rosalega gott sound, þannig að geggjað sound hérna á bíla. Já. Þannig að líf. Hér gerast töfrar. Já, hér gerast töfrar. Þetta er ekki smáræði. Þetta er svaka græður maður. Almennilegt. Johnny, á ekki að sýna þér útvarpsleikhúsið hérna meðan við bíðum til Gísla? Jú. Hvað er þetta? Þetta er hurðin. Hurðin? Já. Leikhús, sko. Já, leikhús, já. Skilji. Svoleiðis, já, bara svona. Þá hvað er að koma? Aðeins að kíkja. Ok. Það er svo við sjálfum þetta er hættu þessu ekki. Þú kemst ekkert inn í þessa skil þarna. Hún er alveg bara klíkur skil sko. Hættu bara að hugsa um þetta. Pældu ekkert í þessu. Þú kemst aldrei inn í þetta og getur aldrei komið þínum tónlist í útvarp. Engin viðbrögð, ekkert, nothing, null. Þetta er meira þess vegna segir það að tala um að leggja niður ríkisútvarpið. Flott, leggja niður helvítis ríkisútvarpið útvarpið. Það skiptir ekki máli hvort það. Skiptir enga máli. Þetta á ekki að vera svona, það er bara allir að hafa jafn. Þetta væri svona. Það er ekki að slegi. Nú ekki.
Jæja, þá ætla ég að bjóða ykkur velkomna í fyrsta alvöru heimili sem ég eignast í ansi mörg ár. Þetta er stofan og hér er eldhús. Ég elda mikið í þessu verkfæri hér, þetta er airfryer. Hérna þvottavélin mín og hérna þvottahús. Í hérna þetta herelsi hér. Hér er skeiðvöllurinn, ef við skyldum kalla. Hér er ég með sjónvarp og svo er ég með stúdíóið mitt hér. Hér framleiði ég tónlist og tek upp. Og hér er eina konan í lífi mínu. Þetta er hún dífa mín, góður félagsskapur. Móðir mín heitin, hún sagði við mig marg oft, Jón Víkingsson, þú verður aldrei fullorðinn. Ég auðvitað finn að hérna ég er orðinn eldri sko, en ég kem aldrei til að viðurkenna ég sé gamalmenni. Það er alveg á hreinu. Ég vil ekki sýna neða ellimerki. Og þegar ég er að spila fyrir þetta blessa fólk á elliheimilunum og ég sé það og ég er á svipuðum aldri, þá finnst mér ég vera bara stráklingur sko. Þetta er bara eitthvað svoleiðis. En ég fæ mjög mikið út úr því núna að hjálpa fólki og láta gott að mér leiða og það ætla ég að gera til dauðadags. Það er alveg ákveðið sko. Ég ætla að spila og skemmta. Ég bý hérna náttúrulega því ég get búið hér ævilangt þegar ég vill. En ég ætla að láta gott að mér leiða hér á þessu svæði og hérna á Selfossi vegna þess að það þarf að gera eitthvað fyrir þetta blessa gamla fólk sem hefur lítið gert fyrir. Og ef enginn gerir það, þá ger ég það. Það er bara þannig. Þetta er svona bara, maður að stilla sko, að fá þetta rétt. Jæja, komið þið sæl. Gaman að sjá ykkur. Og vonandi er allir svona nokkur svona hressir, nývaknaðir og hinir. Lætu gefa léttum árasteina, lítil kjóla grænir fyrir fólk. Bláskel liggur brotin milli steina, í bænum hvílir íturvaxinn snjór. Ef ég væri orðin lítil fluga, ég inn gluggann þreytt í fluginu, og þó ég veit til annars banki duga, ég eflaust gæti kýtlað yfir þitt og svo að tralla, tralla lalla 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 lalla, tralla lalla 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 lalla, tralla lalla 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 lalla. Takk fyrir. Það er virkilega gaman að spila fyrir ykkur og ég nýt þess ekkert minna heldur en þið sko. Öllir, þú ert í kvikmynd. Hvað sér ég? Þú ert í kvikmynd. Er ég í kvikmynd? Já. Það verður að kvikmynda mig. Já. Þegar ég var 30,
Það var kona á Akureyri, við Siggi Helgi vorum á fyllir í og við fórum að leta spá fyrir okkur. Það er allir spádómar komnir fram sem hún sagði. Ég bara fattaði það ekki fyrir bara eftir að ég veiktist eina nóttina þá vaknaði ég bara við að ég mundi eftir spádómuna einhverju hluta vegna. Og fyrst ég var að tónlistin mín, það myndi eitthvað ske mikið í lífi mínu í sambandi við tónlist og þetta sem þið eruð að gera, það er nú ansi mikið sko. Þannig að það er komið fram. Síðan sagði hún að ég myndi veikjast mjög alvarlega, vera næði dauðan lífi en myndi bjargast. Og svo sagði hún, ég sé ekki betur en að síðasta sem að ég sé hérna með því er að þú átt eftir að giftast og þú er komin á efri ár. Nei. Og það er eina sem er eftir. Ég á eftir að giftast. Sagði það? Allt annað er búið. Þannig að einhverju hluta vegna þá kom þessi spádómur upp í hausinn á mér. Ég veit ekki hvort að drottið senda hann í hausinn á mér eða hvað. En allavega ég er búinn að fylgja honum núna eftir og þetta er að passa allt saman sem hún sagði. Alveg þetta makalust. Þetta er eina sem er eftir og ef allir spádómar hennar eru réttir þá kemur þetta fram. Suðurlandi sem saman gangi gegnum súrt og sætt að svíkja þá ég held að enginn reyndi því engum yrði á því bitastætt og þetta eru sannir vinir mínir heiðursmenn og vöndu þeirra sá svona góðum vinum enginn tími en annað þeirra er stór en hinn er smá ef þú átt þá máttu ekki gleyma að reynast honum alltaf sannur drengur en svíkir hann það farðu brátt að reyna hvernig er að eiga vini lengur Nú sólin skín svo glatt á heiðum himni og skuggar engir þynga sálu þína þá skalt þú hafa þessi orð í minni þá vinum þínum þú ekki týna ef þú átt þá mátt þú ekki gleyma að reynast honum alltaf sannur drengur en svíkur hann þá farðu brátt að reyna hvernig er að eiga vini lengur nei hvernig er að eiga vini lengur nei hvernig er að eiga vini lengur Slappið ekki Við sýnum Napóleonsskjölin hér eftir skamma stund.
eins og blóm og finnst sem ég svífi á nýjum spariskóm. Og við syngjum og dönsum þar til dagurinn vín og við smjöttum og kjömsum og drekkum það indælis vín. Já, konunum feitum í kringum oss, já, hvílið indælist á sendan oss, ástvið mín ein, góða gefðu mér kost. Hvert annað, já þvílíkt hasargeim, það þykir nú sannað að mennirnir séu allir sem annar. Þetta koma heim, þeim að svo bannað og við syngjum og dönsum